Þá erum við komin á alveg splunkunniðan bíl frá BOL sem heitir MG EHS og þetta er plug-in hybrid bíl og hann er í einu orði satt alveg svakalega skemmtilegur. Við tókum hérna svona bæjarrúnd og það er skemmst frá því að segja að þetta er alveg frábær bíl. Maður situr mjög vel í honum. Sætin eru æðisleg. Mælaborðið smart. Hann er fullur af alls konar tækni og eins og maður segir, hann er lótaður þessi bíl fyrir 5.450.000–90.000 í luxury útgáfu. Kemur óvart, kemur mjög mikið óvart. Og hér onni er 1,5 lítra bensínvél sem gefur 160 hestöfl og rafmagnsmótor sem gefur 120 hestöfl. Til samans gefur þessi bíl 260 hestöfl. Það er ekki hægt að leggja aflið saman og fá úr 280. Það vinnur sem sagt þannig úr því. Ef við skoðum bílinn aðeins á utan, þá er hann bara alveg þokkalegur fyrir auga. Við erum að tala að svona bíl kosti 5.450.000. Þetta er luxury útgáfan. Það er bókstaflega allt í þessu. LED-ljós á aftan, LED-stefnuljós. Það er 360 gráðu myndavél í þessu. Bíllinn er með rafdrifnum afturhluta og hér inni eru 521 lítra farartækjageisla. Svo er pláss hérna undir fyrir hleðslutækin og það stöf. Það er hægt að fella niður sætin 60-40. Þá er þetta orðið ykkur 1200 lítra sem er hægt að flytja. Og verulega gott skott í þessum bíl. Plássið aftur í einu orði sagt alveg frábært. Maður situr mjög vel hérna í aftursætinu. Reyndar er eins og í bílum sem eru með rafhlöðubúnti undir sætunum eða í gólfinu, að þá eru sætin pínu djúp og lappirnar koma svona svolítið upp hérna. En maður situr mjög vel hérna, maður getur látið fara verulega vel sig og hort hérna út þetta panorama glerþak sem er síðan hægt að draga fyrir líka. Mjög spennandi. Hérna eru 2 USB-tengi fyrir krakkana til þess að hlaða iPadana sína. Þetta er náttúrulega alveg geggjuð hönnun hérna, sjáið þið. Sætin, þau eru ekki bara flott í útliti, heldur verulega þægileg. Maður situr mjög vel í bílnum og það er auðvelt að fara inn og út úr bílnum. Maður stígur beint út og sest ekki ofan í, heldur inn í bílinn. Drægnin á þessu bíl, þú kemst hvað sem þú vilt, hann gengur fyrir bensíni og rafmagni. Við erum að tala rafhlöðu sem er eitthvað 17–18 kW. Á henni er hægt að komast 52 km á hreinu rafmagni. En bílinn virkar best að þú stillir saman rafmagnið og bensínið eða lætur hann vera í hybrid stillingu. En þú getur líka keyrt hann bara í rafmagnstillingunni og þá hentar hann til dæmis mjög vel eins og ég er í Keflavík og ég er kannski að keyra brautina á bæði rafmagni og bensíni og þá er ég rafmagn að keyra bara í bænum heima. Ég er aldrei að keyra meira en kannski 10–20 km á dag í Keflavík, en svo náttúrulega getur maður nýtt sér að vera á bensínunum á milli ef þú vilt nota hann sem rafmagnsbíl. Annars finnst mér kosturinn við þetta er að geta keyrt bílinn í þessari hybrid-stillingu og hann kemur mjög vel út að niður og eyða einhverjum kannski 2–3 lítrum af bensíni í svona blönduðu. Og ef þú ert bara að keyra á bensínu einu saman sem að náttúrulega kannski er sjaldgæft, þá ertu að eyða kannski 5–6 lítrum á 100. Skjárinn hérna, við erum að tala 10 tommu skjá, 10,1 tommu skjá hérna. Hann er þetta er mjög flott stýrikerfi í þessu. Það er alls konar hlutir sem þú getur stillt hérna í sambandi við bíliðinn. Og eins og til dæmis aðstoðarkerfin, en það er til dæmis hlíðarvörn á honum. Það er aðstoðar eða öryggiskerfi aftan á honum, þannig að hann skynjar umferð sem kemur fyrir aftan bílinn og hann les umferðarskilti og hann meira sér að dregur úr ferðinni eftir hvað umferðarskiltið sýnir. Eins og til dæmis 30 km hraða, þá fer hann niður í 30 km hraða í skynvata hraðastillinum. Og hann er líka með svona traffic jam aðstóð, þannig að ef að bílinn skynjar bílaröð fyrir framan þá dregur hann sjálfur úr ferðinni. Þannig að við erum að tala alveg gríðarlega öfluga græju. Hann er snöggur, hann er kraftmikill, hann tekur vel við sér leið og maður stígur á orkugjöfuna.
Og svolítið gaman frá því að segja að hérna MG, Morris Garage, kom fram á sjónarsvið í kringum 1920 og þetta var náttúrulega stjarna eða rós í hnappagall breska heimsveldisins. Nú þeir sér að þessu svolítið í sporturum og það ímir alveg eftir í þessum bíl. Sætin í þessu bíl alveg frábær. Þetta eru svona sportsæti og ekki nóg með það að MG hafi framleitt sportbíla, heldur voru þeir í sérstöðu. Þeir voru að vinna hraðamet og oftar en einu sinni og síðast en ekki síst að þá átti Kalli Bretaprins MG þegar hann byrjaði í Eton-skólanum svona sportara. Hann var alltaf að vilja lúkka vel þegar hann byrjaði í Eton og síðan seinna þá ók Diana prinsessa á MG Metro sem voru afskaplega vinsælir bílar í Bretlandi á þessum tíma. Þessi bíl, hann að keppa við bílar svona eins og Ford Kuga sem framdrifinn tengitvinnbíl og nota bene, tengitvinnbíl bíl sem gengur fyrir tveimur orkugjöfum og annaðhvort dísil eða bensín og rafmagni. Aksturseiginleikar þessa bíls eru alveg stórfínir. Hann liggur vel. Það svona svolítið eins og maður sé að keyra sportbíl. Stýrið ákaflega nákvæmt og ef maður gefur honum inn þá tekur hann alveg við sig strax, hann meira að spólar alltaf. Og þessi bíl með þannig tæknibúnaði að tölvan í honum, hún stýrir mismunadrifinu þannig að það sé alltaf nægt afl í öll hjólin með hvað bílinn að gera eins og til dæmis í beygju og þá kemur það í veg fyrir að við séum að undirstýra eða yfirstýra. Þannig að þetta náttúrulega rafmagnsstýri og þú veist ekki of þungt og ekki of létt. Bara alveg svo það best getur verið. Og hverjum hentar þessi bíl? Þetta náttúrulega fyrst og fremst fjölskyldubíl. Þetta fyrir stærri fjölskyldur sem eru með börn og þurfa mikið að skutla og skreppa og þannig þessi bíl mjög hagkvæmur. Hann að eyða litlu, hann uppgefinn með 1,9 eða 2 lítrar á 100 og í blönduðum svona orkugjöfum, þá ég að tala rafmagn og bensín og ef við gefum honum aðeins inn þá það ekkert vandamál. Hann svarar alveg því sem maður biður hann að gera. Hérna 360 gráða myndavél og við getum skoðað henni ýmsu sjónarhorn sjáiði í henni og við getum sett hann í 3D, þá sjáum við afstöðu bílsins og við getum skoðað hann eins og hérna eða hérna aftan eða framan og þá getum við séð afstöðuna ef við erum að fara að beygja inn í stæði ef við erum eitthvað svona óörugg við það. Og hérna hægt að horfa beint aftan á hann og ef við setjum í 2D hérna aftur þá horfi ég beint fram fyrir hann hérna og sjáum við hérna fyrir aftan. Ef ég ætla að bakka honum svona þá hef ég svona hjálparlínur. Nú ég að bakka alveg beint, nú ætla ég að beygja aðeins og þá hjálpar hann mér og segir mér í sig beygju. En auðvitað höfum við þetta allt í höfðinu á okkur þegar við erum ökumenn, en þetta eru hjálpartæki sem eru farin að koma í bíla og eru mjög þægileg. Við erum búin að vera að keyra þennan bíl núna frá klukkan 1 og nú klukkan að vera 3:30. Við erum búin að fara frá Sævarhöfða og niður í miðbæ og við erum búin að fara inn í Sundahöfn og við erum búin að fara tvisvar inn í Skeifu og búið að vera að þvælast á bílnum svona hingað og þangað borgina í þennan tíma og við erum búin að vera að keyra í blönduðum akstri og rafhlaðan sýnir núna að það sé 65% eftir á henni og 100% þegar við sóttum bílinn. Það bara nokkuð gott. Við erum búin að vera að keyra hérna, já, bensínvælirinn hefur náttúrulega ekki hreyfst, það þarf að kaupa bensín á þennan bíl afar sjaldan held ég. Það eina sem ég get fundið ef eitthvað að þú opnar bensínlokið hérna lengst undir. Maður þarf eiginlega að fara í
í sjúkraþjálfun ef maður ætlar að teygja sig svona rosalega langt niður. En það nú ekki frágangsrök í svona bíl.